Ég ákvað að lyfta dunknum af steinhæðinni að hluta til þess að þegar ég tók eftir að krókusarnir voru byrjaðir að blómstra svo þeir fengu nú að njóta sín. Og það er alltaf svolítið spennandi þegar maður flettir svona vetraskýli af að sjá hvernig hlutinni líta út eftir veturinn. Og hér er til dæmis ljómi, garðaljómi sem að er á lífi. Það er alltaf mikill plús og vonandi nær hann að blómstra í sumar. Og hérna er annar. Flutti inn þessa tvo í fyrra, Candy Stripe og Amazing Grace, og það verða einhverjir fleiri á boðstólnum í sumar. Fallegir þessi krókusar. Síðan er alls konar hérna sem á eftir að koma betur í ljós eða stækkar. En það sem að mér fannst gaman að sjá er meðal annars, það er nú margt skemmtilegt hér, get ég sagt ykkur. En það er það að þessi fallegi valmúi, Kúrilsórin Fasino, sem blómstrar svona brennisteinsgulum blómum eins og melasólin, hún er að koma upp í 3. skipti. Þannig að ég held að við getum alveg dregið þá ályktun að hún sé fjölær, sem er skemmtilegt því að melasólin hefur ekki viljað vera staldra lengur við en eitt sumar hjá mér. Síðan er hérna annað skemmtilegt. Fuglafit heitir hún, Beth Evans, sem er komið með fullt af knúpum. Ég kannski sjá það nú vel. En hér eru knúparnir alveg í langa banur, sko. Og önnur tegund sem ég flutti inn í fyrra sem blómstrar bláum blómum er bara hér, svona svaka fín og græn, þannig hún lifði af veturinn. Það er alltaf sérstakt gleði efni þegar það lukkast til. Og hinn hér líka, þannig að þær eru greinilega sáttar hér í sandinum í steinhæðinni. Og Mavis Simpson er á lífi. Það er alveg ofboðslega falleg blágrýtistegund sem er svolítið á grensunni hérna. Ég hef átt hana einu sinni áður og hún drafst, þannig ég ákvað að prófa hana hér og sjá hvort ég fæ að halda henni. Alveg sérstaklega falleg blóma. Þannig að það er alltaf hægt að finna eitthvað til þess að gleðast yfir í garðinum. Svo er bara að staldra ekki allt of lengi við það sem tókst ekki eins vel. Lærum bara því.